Við erum að gera klárt hér á Græna fyrir upptöku núna á eftir og fórum út á Tjörn til að sækja systkini og móður til þess að taka fyrir okkur góða tónleika hér á eftir. Ösp, hvað ætli að bjóða upp á eftir? Nú, við ætlum svona að bjóða mestmegnis upp á lög eftir mig og Örn. Við erum að vinna í nýrri plötu og bara fullkominn tími til að gera það núna. Við höfum nógan tíma, virðist vera. Þannig að það verður svona aðalega það og einhver svona tökulög líka. Það er lítið að gera akkurat eins og stendur en það er einmitt gott að nota tíman. Hvenær á að gefa út þessa plötu? Bara á næstu mánuðum. Á þessu ári, líklega. Á þessu ári, já. Það þekkja það nú sennilega flestir sem þekkja til ykkar að þið eru alin upp í söng og mikilli tónlist. Jú, Hvernig er að hafa mömmu með á síðunni í kvöld? Það er mjög gott. Þetta er bara svo auðvelt. Hún er sko, fekk 1 dag til að æfa sig, sín í gærkvöldi. Þannig ég segi bara, mamma, niður hérna, og Örn, svo bara keyrum við af stað og hún bara, syngur með. Kom þetta ekki með móðumjólkinni? Jú, ég held að það hljóta að vera. Talandi mömmu. Hæ, hvernig er að vera með þeim á sviði? Það er æðislegt. Ég er bara haldið feimin sko og stressuð því að, já, einmitt eins og voru að segja, hún stjórnar mér með harðri hendi. En þetta er bara óskaplega gaman og hún fekk þetta með móðumjólkinni, já, og við þekkjumst og höfum spilað, þekkjumst, já, við þekkjumst býsna vel. Við erum vön ætla ég að segja að tróða upp og þetta er bara, ég er bara meir að fá að syngja fyrir þjóðina okkar á þessum tímum. Talandi mitt þjóðina sem þarf svo að því að halda að til séu listamenn og þá er gjarnan farið til ykkar tónlistamanna. Bara, hvað verður eiginlega ykkur ef þið fáið ekkert að gera næstu mánuði? Já, það er nú eiginlega Örn sem þarf eiginlega að svara þessa spurningu því ég blessunlega vinn sem söngkennari þannig að ég er svona í aðeins betri málum en Örn var að er komið norður út af því að hann átti að vera að spila í Bubba. Hvað gerist? Það veit enginn sko, en ef ekki segja að þetta taki bara fljótt af og þetta verður bara allt í lagi. En þetta má ekki vera mikið lengur, en kannski mánuð, 2. En veist, þetta reddast. Þið hafið enga baktryggingu í raun? Nei, ég ekki neitt sko. Þannig að allir styrkir vel þegnir og já, hann er búið að vera að tala um það einhvern veginn, veist, þannig að ég er fegin að heyra að það er allan að verið að ræða það, hvort það sé hægt að vera með eitthvað styrktarsjóðu fyrir tónlistamenn og bara sviðslistamenn. Þannig að já, þetta er í rétt átt, bara fallegt að vera partur af þessu landi sem er einhvern veginn bara að gera sitt allra besta að bara komast í gegnum þetta. Við gerum þetta alls saman, þannig hefst þetta. Ég get ekki beðið eftir að fá okkur á svið og bara þið fara að telja. Þetta framlag líka, mér finnst það ótrúlega, já, bara þið og Græni hatturinn, Haukur, að við getum samt haldið tónleika rátt fyrir allt, það er bara, já, æðislegt. Og takk fyrir að þið komið.